Eru þá komnir í loftið? Jep. Jæja, það gott að heyra, góðu kvöldi, kæru gestir, nær og fjær, gleðilegt nýtt ár og velkomin að skjánum. Brynjólfur heiti ég og ætla að vera að lýsa með ykkur inn í kvöld fyrstu umferð, vorkeppni GTS í samfélagsins á Íslandi og með mig hérna í kvöld er að Jóhannes, betur kallað þessu Jói. Það var það. Vertu velkomin. Sýnast það samt reyndar ekki verið farið á stað hérna á YouTube. Waiting for GTS Iceland. Ok, það er allt í lagi. Við bara dettum Jó, inn. þetta er komið. Já, það er ljómandi. Já, við veitum ekki hvort að þið heyrðu kynninguna, en ég heiti Brynjólfur, við erum velkomin að skjánum. Með mér í kvöld er Jóhannes, Jói Egils, eins og það ekki mann betur. Það er ekki rétt hjá mér? Jú. Heldur betur. Við erum velkomin gleðilegt nýtt ár eins og ég var að fara með áðan og það er ekki bara svolítið spenningur. Það er alltaf pínu spenningur finnst mér á svona fyrstu keppni ársins. Heldur betur. Og það var nú gaman í opnu og annar deild í gær. Það var opnu deildi fekk rigningu sem maður hristi þokkalega upp í litunum með það. Já, ég meina það er komnir núna, það er kannski alltaf að renna yfir keppendalistan, það er komnir 6 nýju keppendur, 3 fara náttúrulega upp. Já. 3 nýjir komnir inn og ég var að flettis upp. Við kvöld okkur Jón Þór, Mr. J og Viktor Sonur Evu og Oliver Nói, þeir fóru upp deild. Og þeir sem fóru niður sem kvöld okkur var Nando Lorris og Jón Brynjar og Ari Líndal ákvaða bara að segja þetta gott í bili. Og nýju keppendurnir er Gunnar Karlsson, Haukur Ingi og Ársæll Guðmunds. Þeir komu úr úrvalsdeildinni og upp úr annar deildinni. Er ekki smá nafn sem birtist fyrst á skjá. Það er hann Hannes, fyrrverandi Íslandsmeistari, Hugo, sem heitir Rúnar Ólafur Hugo, og Gretar G. Hagalín, sem komst upp eftir æsispennandi kappastur í síðustu umferð í annar deildinni fyrir áramót. Já. Þetta var spennandi. Það síðasta sæti til að fara upp. Þetta var bara að réðast á síðasta hring og bara þetta var vægasta. Já, það var í fyrstu deildinni einmitt, já. Það var hann Hilmar og Óli Nói sem voru að keppast þarna síðasta þriðja sæti í deildinni, síðasta sæti sem fóru upp. Já. Og eina sem að Hilmar þurfti var fastest lapp, en hann klúraði hringnum. Já, ég er að rugla saman deildum hérna held ég. Já, akkurat. Ég fyrirgefi þessu heima sitt í. Þetta kannski, það er búið að vera svo mikið að spennandi keppni. Ég myndi segja að þetta hausttímabil, raun og veru yfir alla deildir á litið, hafi verið einstaklega skemmtilegt. Já, þetta lukkaðist vel. Já, og það hefur voruð bara áframhald á því. Heldur betur. Það er nú svolítið breytingar hjá okkur núna, eins og rolling start. Það er rolling start í öllum keppnum nema 2. Já. Það er eitthvað sem að samfélagið kaus með meirihluta. Þannig að það er gaman að sjá hvernig skamast úr því, en það gerir líka verkum að tímatakan er töluvert mikilvægari. Akkúrat. Það er nefnilega, ég ætla ekki endilega að fara út í það. Þetta er bara samfélag vildi og ég er bara fylgjandi meirihlutanum. Það er bara lýðræðisleg kosning. Og hérna í kvöld erum við að taka 36 hringi á Dragon Trail Gardens Reverse. Já. Mér skilst að þessi braut hún er staðsett á kortinu í Króatíu, ef maður rétt. Já, það passar. Og veist þú eitthvað, er þetta alvöru braut? Já, ég held að Gunni var að tala um að hann hafi verið þarna. Og hann talaði líka um að þessi braut hafi verið hönnuð með það í huga að geta keyrt hana í báðar áttir. Já, gott og gaman að fá svona staðreynda móla. Já, heldur betur. Ég hef gaman þessari braut og í báðar áttir. Já, mér leist nú ekkert alveg á þetta þarna fyrst sko, þegar maður vanir henni í rétt átt sko, en svo þegar maður var farin að finna línunar þá var þetta bara þurft skemmtilegt. Já. Dragon Trail líka þekkt fyrir hana dauða chicaneið, að gaman þess að breyta til. Já. Það heitir ekki Seaside ef ég man rétt. Já, það er hinn brautin. Já, einmitt. En endilega ég ætla hérna að setja á, ég er með tölvu núna hérna hliðina á mér, þannig ég get svona
Ég ætla að taka og vera með púlsinn á að sjálfsögðu chatinu. Vonandi bara sem flesti þakka þátt í því að spjalla við okkur og koma með ábendingar eins og alltaf. Allar ábendingar vel þegnar. Og kannski láta okkur vita hvernig hljóðið svona áður í startum. Hvort að hljóðið sé ekki bara tip-top. Já, við erum búin að held ég ná bara nokkuð góðu vald af því. Svona myndi ég segja. Þetta alltaf svona mismunandi milli manna. Stundum þarf eitthvað aðeins að hækka mækinni og einum og öðrum og svona eitthvað. Já. Ég er bara með, náttúrulega, ég er ekkert að hrófla við þessu stillingum hjá mér. Þetta er búin að vera held ég góðu balans vonandi og vonandi er það bara svoleiðis áfram. Já, ég hækka aðeins í þér núna hjá mér. Já. Og svona. Ok. Þetta var bara komið gott. Ég er alveg fær á stillingarna, þið látum bara vita ef ég get líka hækka mínum einn, þú segir bara til. Já. Það var svolítið fyndið, ég var án að fylgjast með menn æfa sig, mennur æfa, ekkert allir æfa sig á soft, en alltaf því ég var að hlusta, þá heyrði ég alltaf einhverja dömur, svona, ég heyrði árund vera að tala saman. Það var ósvöldið fyndið. Já, ég tók eftir þessu í gær. Eitthvað klíður, eitthvað bara þessu einhverja dömur og nált útsendingastaðsendingunni, sko. Það heyrðir ekkert hvað var að segja. Spinnið er aðeins lægri, ekki mikið. Og eftir búin að sjá það, segir hérna. Og sjá, ég get aðeins pröfa að hækka í mækinu mínum. Já. Svona, búin að hækka mig aðeins. Þetta kannski bætir. Já. Já, mjög gott hljóð, einarpáið líka. Gekja. Nó, býttu nú við, hækkaði við kannski þá og mikið. Við höfum allan við höfum líka kvóli í og vinna í þessu. Já, það er hægt að gera það með keppnistendur líka. Já. Herðu, og endilega eins og ávald að hvetju þá sem heima sitja hendin spá fyrir kvöldi. Það er að koma nýr, það er bæði sterkir keppindur að koma úr á deildinni og ég segi, engin annan fyrrverandi Íslandsmeistari, Hannes að koma upp á annar deildinni. Þannig að þetta er svolítið óvissu kvöld. Já. Já, er hann búinn að vera að æfa núna á soft eða er hann er á soft núna allavega, en hann alveg á splunku nýjum dekkjum, hann að... Já, það voru allur gangur, menn voru á medium, hard og soft þannig að þetta skiptis. Menn eru bara aðeins að finna sig. Hann er staddur út í sveit. Ég var eitthvað, fór að kíkta þess út og það er mjög stjörnubjart og ég hugsaði með mér að sem fólk gerir, rýna í stjörnunar. Og ég kíkti upp og þá blasti við Cassiopeia sem er 2 volt af. Þá sagði ég, já, heyrðu, þá ætlar eitthvað að sýna mig vinnir kvöldsins. Svo horfði ég til vinstri og þá sá ég Orion og Orion beltið sem kallar mjaltakonunnar sem er náttúrulega og þá var mér hugsað til píramídan í Egyptalandi sem eru sagðir byggðir eftir þessu 3 stjörnum en það er svo ekki óvissa með það en ég fekk ekkert svar. Þú fekkst ekkert svar? Nei. Akkurát. Svona fer leikur hugur við mann stundum. En ég er nú mér finnst fróðlegt að fá þér eina spá. Heldur það að vera rigning eða ekki? Já, nei. Engin rigning? Já, sko, það væri náttúrulega heldur kaldæðislegt því að Jón Ægir, hann dansar regndansinn alltaf alveg eins og brálæðingur, sko. Hann er forfallaður í kvöld. Já. Auðvitað væri það típist að kemur rigning. Ég held að það væri rigning. Já, ég held ekki. Það kemur eins og það er á morgun í úrvalsdeildinni. Ég ætla að spá því. Já. Það getur verið. En á að vera allan annarkor okkar með rétt svar. Þetta er 50-50. Já. Það eru Gunnar Karls kominn, það er glæsilegt. Það var einu sem okkur vantaði á keppendunum á braut. Þá eru full bannaðir fyrir utan að sjálfsögðu 2 sem eru búin að tilkynna afföll. Og það er Jón Ægir og maður sjá, var ekki Hilmar? Var ekki Hilmar sem... Nei, það er Jón Ægir og Haukur. Já, Haukur Ingi. Það er Haukur Ingi. Einmitt.
Þetta sko... Nú að styttast í 3 mínútna viðvörun hjá okkur. Já, glæsilegt. Og það var nú eitthvað hérna... Við sjá. Ég var nokkað búinn að kíkja yfir líka bílavalið áðan. Það voru ekkert allir konur á braut en NSX Hondan með stýri vitlausum megin mjög vinsæl. Já. Hilmar á slíku kvikindi, Hilli hann ákvað að taka ítalsku útgáfuna á þessu og á Ferrari. Hannes að skella hérna í fastest lapp í æfingu á Citroën. Og hann er á Citroën. Yes. Og kemur hérna David Adams, hann kemur á Megan Trophy. Já, hann skellti sér í frönsku ættinu, eins og Hannes. Það er alltaf bara gaman að sjá fjölbreytt bílaval og ég held að þetta, og svo hérna litli ekki Alfa Romeo C4, 4C. Já. Þetta eru bílar kvöldsins, þetta eru 5 mismunandi tegundir. Það er æðislegt. Já. Sýnist mér í fljótu. Það er gaman að vera með fjölbreytt bílaval á braut. Það er mismunandi eiginleika og dregni á dekkjum og bensín og annað, þannig að þetta gefur okkur skemmtilega keppni. Eigum við að tippa á einhverja strategíur? Hvað eru að fara að horfa á? Þetta er nú slattaringjum. Þetta eru... Þú sjá, þetta eru 36 ringir. Já. Ég held að þetta verði... Ég held að við munum sjá bæði one-stopper og two-stopper í kvöld. Já, þetta verða hard. Já. Já. Það er nokkuð auðvelt, held ég. Já, ég held að. Það er bara að spila hvort að sé náður að halda upp í hraðanum. Og það gæti náttúrulega líka alveg verið í myndinni, fannst mér sko hard, medium, soft. Já. Þessi brautin er alveg nokkuð svona góð á dekkin með við margar aðrar. Já. Þetta er svona aflíðandi beygjur. Það er engin raunveru sko svona bus stop. Hún er svona ein. Já, þetta er tæknileg braut en hún er ekki svona, ekki með svona desiccane eins og á Seaside-brautinni. Einmitt. Og beinukablar eru svolítið beinir, þú ert ekki svona tiltölulega með við margar aðra brautir. Já. Og það fer bara ágætt. Það eru reset, þið talar Hannes. Já, það er rétt. Ég var nú bara næst tíma að gleyma því. Já. Þá bara skellum við í reset. Rigning á hring 4. Menn að spá að komin hérna, það er byrja að rigna spám. Það rignir einhverju. Akkurat. Herri, ég ætla að renni við það. Það er Jökull, hann spáir Hilmari fyrsta, Hilla öðru og Toppsinni þriðja. Þú við sjá Sæmi Vald spáði rigningu á 4. hring. Ívar Eyþór spáði Hannesi fyrsta, Davíð öðru, Hilmari þriðja. Þið voru afsvæðið, þekki ekki öll kannski ykkar nöfn, Mangi Árna, Magnús Árna, Hannes Davíð Hilli og já, það er bara það sem komið er. Það er bara gaman, gott og blessað. Þá eru bara allir klárir, þá bara skella okkur staði í tímatöku. Og ég ætla að mjúta hérna YouTube hjá mér. Yes. Það er komið. Þetta er alltaf rúla. Já. Fyrsta keppni hausttímabilinu 2026. Nei, vorkeppni er svolítið 2026. Er að fara af stað. Jep. Loksins, segi ég nú bara. Það var ekki langt bílið hérna frá vintertímabilinu yfir í vortímabilinu, en smá breyk. Já. Mér finnst þetta svona mætti vera aðeins. Mér finnst þetta full álagt áramótunum. En þannig er bara dagatalið. Fyrsta helgin, hún geti verið 7., 8., 9. Þetta er svona eins og páskanir bara, dagatalið ræður þessu. Akkurat. Þá eru menn komnir út á braut.
lenti í því í gær. Ég var að færa til stólana hérna og kappaksgræjunar. Já. Og svo ég bara búinn að stilla allt flottum málum, tek kvóli og svona, bara eins og það og alltaf svo ég að skreppa aðeins á snirtinguna og því stend upp og datt festingin eða ekki stól setti í sundur. Nei. Og ég þetta verið að skrúa þetta saman alveg á fullu og þess að en var ekki komin á bensínið þegar ræsingi var. Nei. Þannig að ég var í 8. datt niður í 10. en það kom ekki að söka að lokum, þá náði ég að halda 8. sætinu. Þetta var, ég var í mjög skröllu ástandi hérna að reyna að setja saman settið allt í olíu maður. Það gott save. Tæknilegir örðuleikar. Það var Sindri hérna að koma í síðustu beyguna sem svona löng aflíðandi beygja. Við tekum ráskaflinn sem líka beitkafli og þar alltaf viltu ná góður önnu inn á hana til þess að ná sem mest úr hraða. Það spurning hvort að menni ekki að taka sko síðustu beyguna aðeins öðruvísi að þú ert í tímatökur. Það er en ekstra vít, ekki köttan eins og settir reysi. Ég flaskaði svolítið á því bara að bölva sjálfum mér eftir tímatökunar í gær. Já. Að ég fór út af, ég fór út að vera í pitt. Þetta er einmitt mjög fín lína þarna, hvenar maður fórnar hérna beyjunni fyrir aðeins betra exit sko og hvenar ekki. Já, já. Við erum hérna borð hjá honum Sindra. Hann er á NSX. Og það komið fleiri spárnar en að þeim regnir Eiríkur Ingi spáir Hannesi fyrsta, Hilmar öðru og Hilla þriðja. Mikið háum í því. Há. Og Mosi, það er að vinna okkar frá Akureyri, sjálfsögðu. Ingi spáir Hannesi, Davíð og Hilla. Það er ljóst að menn hafa trú á Hannesi. Það er ekki ástæðulausu. Það er ekki ástæðulausu, en Citroen megnaði ekkert svo vel í gær. Nei, þeir eru svolítið eyslufrekir. Já, það er þess að gera svolítið, ég ætla að segja, það verður forvillegt hvernig Hannes nær að klóra sig út úr því. Já. En þeir eru bara svo skemmtilegir akstri. Þeir eru bara svo skemmtilegir akstri, finnst mér kvöldu árið, kæri vinnir. Sindri 1.39.9, Steini Sveins 1.41.0, Hilmar, hann setur fyrir á toppinn 39.0. Þetta er svo þægilegt. 46. Já, maður er svo ánægður með þessa nýju viðbót í upplýsingakerfinu, skiltin, þau haldast. Akkurat. Það er alveg æðislegt. Ó, Steini hallaði sér á. Hilli hoppar upp í annað, 39.4. Toppi upp í 5. Það er Hugo næstur yfir línuna. Upp í 4. Já, flotti tími. Það er Gunnar Karels næstur yfir línuna. Hann er að fara af upp. Hann er upp í 10. Það var að Hannes, hvað getur hann gert? Getur hann skákað þessum magnaða tíma hjá Hilmari, verðum að segja, 39.0. Já, það er helviti öflugt. Hann fer á toppinn, 38.9. Já. Það er ekki vetið, fyrsti 38. Já. Skal við sjá? Heldur við þér. Það var að Sindri hérna aftur yfir línuna. Við erum vel dreifðir brautina, strákar, ég er ánægður með það. Sindri bætis ekki. Er það heimi. Getur hann skákað Hannesi. Sýnist það nú vera ágætis tími hjá honum. Já, 38.6. Erum við að fara í neðri 38.6. Gretar, hann bæti sig, ekki nóg til að fara upp. Davíð Adam bæti sig. Hann er... Brynjar Péturs, hann bæti sig.
Davíð Adamsson bara ennþá í fjórða. Ársæll, hann bætir sig, fer ekki upp. Toppi Topsson. bætir sig ekki. Steini Sveins fyrir pit. Hugo, á hann eitthvað inni. Já, en ekki nótlega að fara upp. Hörð baráttan handa fremst maður. Það er flott að sjá að 2 séu komnir hérna í 38. Já. Einn. Gunnar Galnes bætir sig ekki. Bara Hannes, getur hann skákað þessu tíma hjá Hilmari? Nei, ekki í þetta skiptið. Sindri að fara í línu núna, hann í 7. Nöp. Hann bætir sig ekki. Og Hilmar næstur í línuna. Hann ekki að bæta sig á þessum hring allavega. Hann hefur gett eitthvað mistök. 4,6 sekúndum eftir sínu besta. Greta bætir sig upp í 7. Brynjar Péturs. Hann bætir sig og hoppar upp í 7. sæti. Ársæll Guðmunds, hann bætir sig upp í 10. Toppi, hann bætir sig og hoppar upp í 4. sæti. Það er glæsilegt. Það Hugo, getur hann hoppað upp listan aftur? Nei, bætir sig ekki á þessu hring. Steini Sveins. Hann bætir sig ekki. Nú er það Hannes. Hannes gæti náð öðrum hring. Já, hann ætti að ná öðrum hring, hann bætir sig ekki á þessum. Já. Sennilega sá síðasti sem hann næri öðrum hring. Já, Sindri. Já, Nei, já, þessum nei. og öðrum. Já, þessum og, já, tveim yfirbót, það ekki. Já, Það er þessum einum, já. Já. Davíð Adams, já, hann var að klára outlapp. Já, það ná að því að Hannes hann aftarlega, já, hann líklega síðasti maður sem ná 2. Já. Semst að maður horfa að brautir hann upp í herra megin. Hann gerir ekki stór mistök á hringnum þar að segja. Brynjar bætir sig. Já, já. Heimi, hann var ekki að bæta sig. Toppi bætir sig ekki. Hannes ekki að bæta ykkur, hann er 0,3 rauður. 0,3 rauður. Hann bætir sig ekki. Hann á 1 séns í viðbót. Hilli, hann var að klára outlapp. Steini Sveins. Bætir sig, hoppar upp í 11. Gunnar Garel, hann bætir sig, hoppar aftur upp í 11. Herði. Það er svo hans ekki að fatta að ná að annar hring inni. Hann fór... Hann er svo bara vildi ekki taka annar hring. Já. Hann hægði á sér rétt fyrir endamarki. Já, ég sá það. En, já, hann veit kannski bara þarf að fara á styrtinguna, það er aldrei að vita. Sindri, bætir sig ekki. Davíð Adams, hoppar upp í 4. Já, glæsilegt. Brynjar Péturs, getur hann eitthvað að klífra upp listan? Það væri gaman, það er eitt sem að þeir væri frábært að fá, að við getum alltaf sé millitímana hjá þeim, sko. Já. Brynjar Péturs upp í 5.
Veitu, hoppa hann upp, var hann í... Nei, hann var í 7. held ég. Ok. Ársæll, hann hoppar úr 10. upp í 8. Hvað gerir Toppi? Hann bætti sig ekki. Hugo næstur yfir Lárssinn á sínu síðustu laun. Bætti sig ekki. Hilli, hann bætti sig upp í 3. Glæsilegt. Það var það 3, ég sá það ekki. Já. Steini Sveins, bætti sig ekki. Nei. Gunnar Karel bætti sig ekki. Og það var Gretar. Og hann bætti sig upp í 8. Tvö seti. Þá var þetta góðið. Það þjættist þannig að þetta er skemmtilegt. Ég var að fylgjast með hvað væri svona langt í, hvað er sekúndar, við notum þetta náttúrulega oft, við ræðum oft hvað er langt í fyrsta. Þetta er nú bara þræl jafnt. Ef við tökum þess að 2, Hilmar og Hannes, þeir verðast vera í sérflokki á mjúkudekkjunum. Já. Þannig hér höfum við það, Hilmar í 1. með 38.600 sléttar. Þetta er vægastart góður tími. Já. Það verður gaman að sjá hvernig hann ber þetta mun mattsa morgun. Já, bæði Hannes og Hilmar slátruðu tímanum sem þú settir í æfingunni. Heldur betur, þeir eru, myndi ég segja, í sérflokki, þessi 2. Já. Hannes í öðru 38.895, Hilli í 3. 1.39.408, Davíð Attas í 4. 39.4, Brynjar Péturs 5. 39.5, Toppi í 7. 39.5 líka, svo hvað lítið af milli Toppa og Brynjars. Þetta er bara... Þetta er ekki 100 hluti, sko. Nei, þetta eru 6.000. Já. Hugo í 7. 39.6, Greta G í 8. 39.7, Ársæll Guðmunds 39.8 í 9. sæti, Sindri Rafn 10. 39.9, Gunnar Karels í 11. sæti 1.43 og Steini Sveins í 12. sæti 1.48.96. Ég ætla að ljósmynda þessu fyrir þig. Við þurfum ekki að raða upp. Það starta beint í reis. Já, ok. Það er önnur breyting. Það er ekkert reset, það er bara reset fyrir tímatöku, ekkert á milli tímatöku og keppni. Já, það er ljómandi. Það er ljómandi, gerir þetta alltaf mikið einfaldara og þægilegra. En sérðu hvað það er lítið á milli hérna 3. niður í bara 8., 9. og 10. sæti. Þetta er bara... 11. niður í 11. og frá 3. er sekúnda. Já. Ef tökum þess að 2 fremstu út úr myndinni, þá er sekúnd, innan sekúnda frá 3. niður í 11. Já, en þú sér það er samt alveg 0,4 á milli 10. og 11. Þannig að frá 3. niður í 9. sæti eru bara... Hálfmynda. Já, 0,6. Þetta er rosalega. Svona átt að vera. Mér langar að, ég ætla bara rétt að rölda yfir styrktaralla. GTS Ísland, núna rétt á meðan við bíðum. Menn eru að anda og kom sér gýrin. Við ætlum að þakka öllum styrktarallum kærlega fyrir og þar eru, ég lesi þetta nú bara hérna upp, það er Lavasjó, það er Gullfiskur, það er Arctic Iceland, það er Kraftey, Autocenter, Kraftvélar, GT Akademian og Kaldi. Það eru allir, og að sjálfsögðu Sena, er það ekki rétt hjá mér? Nei, það eru dottnir út núna. Þeir eru dottnir út, bara býst þér ekki, það er mikið upptittum. Heldur betur. En þá erum við bara ekkert því fyrirstöðu að bara hefja keppni. Já, það er búin að fá aðurinn, 2 minna aðurinn eða 3 minna aðurinn, já. Og endilega er eitthvað hérna núna milli áður að keppni hefst, er eitthvað heima, eitthvað sem við getum bætt við sem er heimasetti. Þannig, það er ekkert raun og veru. Já.
Ég get alveg sagt það, Himmi er núna ánægður að það sé rolling start. Já. Það minnum Hassar, það er kannski ekki skemmtilegt fyrir okkur sem lýsenduna, sko. Það var svona Hassar startinu. Ég ætla að vera hann bara aðeins aftar í pakkanum, ég finnir í 7. og 7. sæti. Já. Og Hannes er að reyna hérna innan á hann Hilmar. Vil koma hlið við hlið hérna inn á. Nei, Hannes skellir sig fyrir aftan hann. Hilmar hefur verið með betri línu hann út. Þetta fer svakalega drengilega á stað hérna hjá þeim. Það er bara einn maður á mjúkum dekkjum. Það er Hilmar. Medium dekkjum. Já. Það gæti alveg verið gott stratt svona þegar maður er að byrja fremstu, sko. Reyna að ná að slíta bara hópið frá sér og búa til bíl. En það er allt búin að fara friðsamlega fram, aftan. Já. Þeir eru allir hérna í hnapp efstu fjóri, svo er Brynjar Péturs aðeins aftar hérna í 5. sætinu, 1,5 sekúndu fyrir aftan Davíð. Það er nú fljótt að breytast. Já, Hilmar hérna að búa til smá bil í Hannes, komið í sekúnduna. Hann er líklegast að ná að slíta hann hérna úr draftinu, bara í þessum tölu orðum. Það er náttúrulega magna ef Hannes nær að halda í hann. Já. Já, það náttúrulega góða við að hérna það sé ekki rísið á milli. Það er ekki með replay takkar um tæru. Jú. Hugo er að taka hennar steytilega fram úr, færa sig upp í 7. sæti og 7. Það er lítið að frétta, það máttu kíkja það. Þetta var mjög clean og flott hjá Hugo. Það var flott. Þannig að það góða við að ríseta ekki milli tímatöku og keppni núna er að þeir vita ekkert hvað dekkjum anstæðingurinn er á. Já. Þannig að Hilmar veit ekki að Hannes sé á hörðundekkjum og Hannes veit ekki að Hilmar sé á mediumdekkjum. Jó, Hannes veit það. Já, hann kannski grunar það. Hann er að lesa. Hann er aðeins eldri 20 vetra en Hannes í þessu. Já. Ég ætla að leyfa mér að halda það. En þá er ekki komið ennþá meiri þörfa og menn hafi pit strategy assistant. Já, það er rétt. Já. Það er með pit grúið. Já. Þeir eru að slíta sig hérna svolítið frá efstu fjórir. Það er hérna bilið frá Davíð og niður í Brynjar Péturs. Það er hérna í 2,5 sekúndu. Og Brynjar Péturs með Hugo í skottinu. Já, hann er að keyra vel að Hugo. Hann held að Brynjar er að halda þess aftur að Hugo ákvæmt sem stendur. Já. Hann er að slíta. Draftið. Já, herðu, hann er Brynjar Péturs að sigsaka og svolítið fullt mikið fyrir mismækka braut. Svigdansinn. En allt í lagi. Og Brynjar Péturs aðeins út í grassið. Er þetta sensinn fyrir Hugo? Já, komið fram úr. Það var bara spurningin, getur Brynjar svarað þessu? Já, ég held að Brynjar þarf að hafa meiri ágjörð á toppsinni. Því mér fannst Brynjar vera að halda aftur Hugo hana í hálfa hring. Já, nú er Davíð Adolfs kominn alveg hérna í skottið á honum Hilla. Já, Hilmar, þú ert ekkert að skipta en Hilmar er að láta dekkin telja, hann kom með 3,6 sekúndna forskot á Hannes. Já, ég er að fylgja sérna með Hilla og Davíð. Ég sé ekki skipta, ég er bara að fara með fréttir, út af fréttir. Já, akkurat, það er gott að fá þær.
Davíð á betra exit, en þetta ekki nóg. Hilli fyrir svolítið djúpt. Davíð kemur hratt fyrir aftan hann. Hilli við mögulega átt betra exit samt. Já. Það sem hann tók svo víða línu. Davíð nú líka góður í að gera menn stressaði í speglunum, sko. Já, gera bílinn í stórun hættir. Já. Hvernig hjá Brynjari Péturs og Hugo? Náði Brynjar Péturs eitthvað að draga þetta tilbaka og Hugo? Það eiginlega, Hugo aðeins, hann að losa sig út úr draftinu núna eins og ég var búinn að spá. Já. En þeir eru svona 3 þarna í humátt. Þeir eru svona 4 bíla pakkið þarna frá Grétari í 8. Toppi Toms á 7. Brynjar í 7. og Hugo í 5. Já. Og ég að fylgjast með því og ég mun bara ef það eitthvað að frétta og öskra ég eftir replayi bara. Já. En sem stendur ekkert að frétta. Já. En þetta svo spennandi. Já, Davíð. Já. Hilli fer hérna yfir. Brynjar Péturs, hann að bjarga sem að engu, hann byrjaði að dansa á brautinni og núna með Toppa með rönn, hann að bjarga þessu en Toppi núna bara á komandi tíkjóið. Greta fyrir djúpt, og Grinda Bisti sittur fram úr sér, eða hvað. Þetta var smá rauð mistaka. Já, þeir eru hérna hlifilegi, Gretar og Sindri. Gretar á inn í línuna, já, Sindri gefur þetta eftir sínst mér. Grinda fór næst það eiginlega bara út af, hann fór allt of djúpt í fyrstu beina, fór bara utanbrautar og Sindri kom bara, Greta náði að bjarga þessu. Og nú þarf vel að myndi ég segja, nú að Brynjar byrjar að halda aðeins aftur að Toppa Topsinni, finnst mér. Ég sé það því að Toppi var að halda í Hugo og hann að ná að slíta sig frá að þeir eru byrjar að keppast hana fyrir aftan hann. Já, ég myndi að fylgjast með Brynjari og Toppa. Kannski lætur okkur vita hvað gerist hjá Hilla og Davíð. Já, ég fer. Já, svo sjáum við það á mínimappinu hann upp í hægra horninu að Himmi búinn að slíta sig vel frá Hannesi. Já, það komin í tæpa 5,5. Já. Það bara svo nokkuð, samkvæmt bókinni, þetta sekúndarhring. Já. Og nóg eftir. Já, það eftir að spilast úr þessu. Já, alveg rétt. Brynjar Péturs og Hugo eru liðsfélagar í nýja leiðinu, Track Devils Racing. Hvað er að gerast þarna á... Nei. Sýndist Sindri verið að stinga sig inn á Gretar en hún var alltaf ekki náði. Nú er Ársæll komin í hann að pakka líka. Já. Það spenna við á braut. Sindri að gera sér stórunni í speglunum á Gretari.
Það er bara að vera á miður, það allir við sömu dekkjastrategíuna. Það ekki neitt svona, það allir bara að keyra á hörðum og eru þá við þar leiðandi nokkuð svipuðum tímum. Að framúrakstur svolítið allan hingað til. Heldur sé búin að eiginlega ráða svolítið af mistökum. Hugo búin að gera vel að taka fram úr. Herru og Tobbi með. Þú kannski að horfa á það? Já, ég sá það á beinleikablónum og skipti yfir. Sá það hann að hlifið lið. Koma að hlifið lið hérna út úr fyrstu beygju. Annari beygju réttar að sagt. Brynjar næra að láta þetta stikka. En Tobbi mjög nálægt. Gerði þetta vel. Brynjar og Gretar hérna að keyra Fanta varnarakstur. Ekki að það sé eitthvað fantaskapur, það eru bara Fanta-góður. Nei, herðu, og Gunnar Karels fyrir víkt hérna að vera aðeins út í grasi. Nei, og Sindri stingur sér inn á Gretar, tekur mjög grunna línu, Gretar ásamt mun betra exit þar á leiðandi og Sindri nær ekki að láta þetta stikka en nú Ársæll kominn hliðin á Sindra. Þannig að Sindri og Ársæll eru núna side by side hérna inn í næstu beygju. Síðan þeir eru að þvinga Gretar rosalega djúpt inn í beygjuna og þeir eru svo nálægt honum, þannig að Gretar vill ekki missa raunni. Ársæll hliðin á Gretar hérna í síðustu beygju og Gretar þarf að fara vítt. Það var svolítið kurteis að Gretar. Já. Það var kurteis. En hann var kannski að reyna að halda hraðanum líka í gegnum beygjuna og það hefur kannski ekki alveg gengið. Það var leiðandi farið vítt. Já, ég meina að skilja, hann hefði ekki tekið inn í línuna, ég held að hann var með bíl, hann hefði ekkert að vara línuna sko, en fljótlega var það of seint. Já, mér sýndist hann eiga bara lélt X út úr beygjunni, þannig að þess vegna var Ársæll komin svona hratt og náði inn í línuna á honum. Mér sýndist það, en það er bara replay sem maður getur sagt til það fyrir víst. Það er ekkert að fretta neitt, þannig að fremri mönnum, bara ég að renna í gegnum pakkan. Já. Og það er bara nokkuð jafnt bil á milli fremstu manna. Ég hef annað augað með því, sjálfsögur læt vita ef eitthvað er að frétta. Já. Það er bara Sindri að keppa við Gretar í 9. sæti og svo er það Tobbi og Brynjar Péturs. Já, það er bara 2 stöðum á braut sem slægir. Yes. Gretar svolítið grimmur yfir kantinn á það. Já, hann gerir þetta vel. Tobbi nú með rönn núna, hann að halda hraðanum og ætlar hann á kjölsvæginu. Það tókst ekki. Brynjar Péturs var með betra exit. Gretar átti betra exit en Sindri hérna út úr síðustu beygju, þannig að Sindri næði sannlega ekki raunin á það núna. Svo eru 2 leiðir að taka fyrstu 2 beygjunar. Það er annars vegar sem er bara held ég undir kapasmannins komið. Sumir segja vaff sé betra. Já. Og sumir vilja taka hratt U. Hvernig tekur þú þessa vegi? Ég myndi segja að ég takki svona svolítið mixað í báðu. Tek hana í svolítið U en samt alveg svona svolítið, nei í svona vaff en samt svolítið svona ulegt vaff, mætti segja. Ulega vaff. Já. Ég held að Brynjar að hjálpa honum, hann er öflugan hraða Citroen sko, hann er með svo mikla hröðun. Já. Tobbi komin alveg að honum og svo komin beygja, þeir þurfa að bremsa og þannig að Brynjar alltaf einhvern veginn að slíta sig
Þú veist, bara þess að 0,2 eitthvað, 0,12 þá missir Tobbi rönnið, sko. Akkurat. Það er nefnilega erfitt að taka fram úr þessari braut nema hreinlega bara á beinuköflunum, en þá þarf það að eiga gott exit og vera á bílum sem hann er reyndar hraðan í það, sko. Nú er það bara að gerast. Tobbi er tímanist að fara fram á núna. Já. Koma hérna hlið í fyrstu beygju. Tobbi með innvíluna. Nei, Brynjar tekur svitsarúið. Það er að stinga sér undir. En þá er Tobbi með... Nei, Tobbi heldur. Tobbi, vært að stika. Fallega gert. Já. Það náður loksins að halda kjölsöginu út úr síðustu beyginni. Já. Akkurat. Og þá var hann komið með þetta fyrir fyrstu beygju. Það er... Hvernig er nú dekkjastaðan hjá mönnum? Er einhver sem er áberandi meira búið með dekkin heldur en annar? Það fyrir utan Hilmar. Leif mér aðeins bara rúlega það. Yes. Það er, sko... Þegar þú talaðir að, já... Sko, hörðu dekkin eru alveg álíka... Davíð Adams er bestu hörðu dekkin. Nei. Ég sé nú ekkert svona áberandi. Nei. Þeir eru allir svipaðir á dekk. Alfa nátt að vera víst svona áberandi betri á dekk en aðri bílar. Það var spurning hvort að Davíð sé búinn að finna einhvern galdabíl hana í runónu með dekk. Eina sem ég sé sem er eitthvað að skera sig út úr er að Citronin sem Brynjar Péturs og Hannes er á, hann er að eyða meira bensinni. Já, þá fer Davíð Adams í pit sem að staðfesti þá túrstoppari á honum. Já. Já. Það er hann að fara hard medium, hvað er hann að fara að gera núna? Það verður að... Það myndir nú skjóta á medium. Á 13 og 13. Já. Það er réttleysi hér. Þú ert alltaf sjálfsög búinn að æfa þig fyrir þessi löngu keppni, ég var að æfa mig fyrir halva keppni. Já, ég er náttúrulega ekkert búinn að æfa það strax, sko, en ég er bara svona að gera ráð fyrir því. Svona allan að með að við kam að sá að dekkin voru að eldast í gær. Já. Til dæmis. Ég tek undir þetta. Og hann er kannski djarfur að fara kannski aðeins fyrr inn, kannski alltaf hinn að taka 12-12. Hann er kannski að reyna eitthvað pínu undercut. Já, við sáum það nú ekki virka hjá einhverjum í gær, en það getur líka verið bara ökumaðurinn, frekar en og segir sér sjálft að þú ert að medium dekkjum eitt hring meira heldur en andstæðingurinn og þá ættir að geta unnið á hann allavega sekundu á hring. Já, ég held ég var nú eitthvað með fyrri í gær, en ég hafa þetta bara að gera ennþá meira undercut, sko. Ég dauðsaði eftir að það ekki færi bara mikið fyrir inn, sko. Ég mítjúlega ekki endist mikið lengur en ég þorði að vona. Já. Það eldast merkilega vel hérna. Já. Já, hann er að fara að taka 13. Sko, ég held ég að tekið 11 eða 10. Þú veist, ég hefði hæglega getað gert 12, sko. Já. Akkurat. Já. En já, rúllum aðeins, ég skal rúlla yfir bara, þú getur gert það líka, það er það er svona smá bil á milli manna núna, þannig að Hilmar hérna í fyrsta sæti með rétt tæpar 10 sekundur niður í Hannes. Þannig að hann er að gera svo hersöðingi hérna í breytina. Ætlar sér sigur í þessari, en svo er eftir að 3 hérna frá Hannesi niður í Hilla. Þar eru síðan 7 sekundur niður í Hugo. Og þar verður baráttan harðari. Hérna, Sindri og Grétar. Já, þetta er eini staður sem er barátta á braut. Já. Þannig að þú getur bara elt það. Nú held ég að Grétar sé orðinn sveittur. Hann er búinn að vera með Sindra þarna í speglunum alveg bara að standa kemna. Já, ég farði samt yfir á Davíð Adams. Hann er á medium dekkjum, búinn að éta upp Gunnar Karlsson. Já. Það verður við líklegri eitthvað barátta og framröfstu þar. Yes. Ég skal fylgja með mannir framann. Já. Nú er að koma inn á beinaglan. Davíð ætti að eiga betra exit með dekkjamönnunum. Og
Já, mér sýnist að hann geta gert allu inn í næstu beigju. Já, hann getur fyrir utan á eða innan á, ég held að þetta ekki að skipta hann máli. Já, Gunnar Garri lokar þessu vel samt. Já. En, já, Gunnar, hann heldur þessu. Tekur heldur grimt yfir pulsuna hann, stekkur aðeins. Þarna á Davíð mun betra exit. Kannski aðeins svo gott. Hilmar og Hannes komnir í bit. Já. Og er Davíð Adams með rönnið á Gunnar Garri. Já. Það getur bremsað seinna. Já, Gunnar Garri gerir þetta vel, en fer vítt hérna. Nú er þetta komið í hendunar á Davíð. Og það er Hannes kominn beint frá Gunnar eftir pit. Já. Kíkjum aðeins á þetta hérna, hverjir voru að fara í pit. Hilmar fór í pit, kemur út þriðji. Beint fyrir aftan Hugo. Fyrirverandi liðsfélagann. Hann kemur úr þriðji, Hannes kemur úr 10. En hann þurfti að taka bensín. Já. Hilmar tekur medium aftur. Sáðu nú ekki hvort að, ég held að Hilmar hafi kannski tekið örlítið bensín. Já, fyrir ekki, Hilmar var náttúrulega í fyrsta sæti, hann var með náttúrulega ekki fórsætt, ég var að rugla við Hilla. Já. Allt einu fannst mér, Hannes hefði tapað sæti þarna, en það er ekki svo. Og er Hilmar kominn fram úr Hugo. Slegið. Nú er Hilmar með í draumastöðu, með ferskt loft, 6 sekundur í Hilla. Og nú getur hann bara keyrt og haldið áfram að auka bilið. Aftur í Hannes. Og Hannes hefur væntanlega komið út á Medium. Medium, já. Já. Herðu, og Sindri komið fram úr Grétari. Sindri er komið fram úr Grétari. Já, hann fer ásætli bit. Það er náttúrulega líka verður áhugavert ef menn alltaf þeir þurfa að fara 18 hringi til að taka eins pitter, pitta reis og það verður bara athyglisvert að sjá hver reyna það. Já. Mér sýnist þeir eiga alveg inni á þessu hörðudekkjum. Já. Getur orðið tæft en Ætti alveg að ná 18 hringinum sko. Já, og þeir verða léttari bíl, þeir þurfa ekki alveg full tákælt í 18 hringi. Nei. Það verður setja stitti ætti að vera aðeins léttara með þessu. Akkurat. Á dekkin. Það er kannski bara 17-19 ef þess þarf. Þetta aftur að setja skemmtuleg styrkirreikningin. Já. Líka fyrir baráttunni eins og milli Hannes og Himma, þegar nú er náttúrulega Hannes þarf að ná fram úr Davíð Adams og Grétari og Sindra. Og svo náttúrulega Brynjarður Péturs líka og Hugo ef hann nær á honum fyrir næsta stopp. Þannig að þetta setur strik í reikningin fyrir Hannes ef hann nær ekki að tækla þetta auðvitað. Já, það er... En ef allir þessir eru satt á one-stopper, bara hard eða hard medium eða hvernig það er, þá náttúrulega ætti dekkjamunurinn að hjálpa Hannesi. Ég var stingu upp á hérna að smá að pröfa, ég er með að chase cam á Hannesi. Já. Það er svolítið gaman að þú sérðu sko að hann er náttúrulega á hröðustu dekkjunum. Og þú sér baróttanur framöndan sko. Já. Nei. Sindri og Greta fara báðir inn. Þetta er stunduð skemmtileg sjónarhorn. Já. Hugo komin inn líka. Þeir eru þó ekki að fara á... Þeir hljóta... fara við alltaf 21 hring á hard. Nei, ég finnst það hæpið. Já, skrítið... Það er kannski ekki eins og ég í gær, ekki reikna kannski hversu langt medium-dekki geta endast. Duga. Já. En það mér bara að spilast úr þessu eins og alltaf. Já. Ég er búinn að éta sokkinn svo oft með einhverjum vangaveltum sko, þetta er löngu hægt að snerta mig sko. Já, og svo er Davíð Adams og Hannes alltaf liðsfélagar, þannig að ég hugsa að Davíð Adams myndi nú ekki gera þetta erfitt fyrir Hannes að komast fram úr. Hann bara tímur að hleypa fram úr sko. Já, en þeir eru svo sem báðir í toppbaráttunni, þannig að þetta er svo sem ekkert alveg gefið, þeir eru báðir búnir að stoppa. Já, Davíð er komið fram úr Hannesi.
Davíð náði að taka undercottið svo sterkt að hann komið fram úr Hannesi. Já. Þannig að... Hannes, það væntanlega bensínáfyllin. Hannes þurfti að setja bensín. Já, það er kostað rétt. hann þetta sæti. Já, það er rétt. Þannig að Davíð Adams í rauninni nett öðru sæti núna. Já. Það samt spurning, ef Davíð Adams sér Hannes koma bara að éta sig uppi, það spurning hvort betra. Já, en þeir eru báðir á mediumdækjum, þeir eru aðeins eittari hjá Davíð, en ég held að dekkjamunurinn ætti ekki að vera það mikill allavega á þessum tímapunkti. Nei, þetta kemur allt í ljós. Hérna eru þeir að ná Brynjar... Nei, hörðu! Hannes fer í vegginn! Nei. Hannes fer beint út í veggina, það hefur eitthvað... Replay á þetta. Hann er á autodrive núna, ætli stýrið hefur dottið út hjá hann. Er hann ennþá á autodrive? Já, þetta var skrítið, hann bremsar sko, en svo sleppir hann bremsunni þegar hann fer vítt og beinti veggi. Og það er náttúrulega heavy damage, þannig að hann þarf að skella sér í pit. Og hann er eitthvað... Já. Það er eitthvað undarlegt í gangi ennþá. Já, þetta er voðalega furðulegt. Já. Bomba bara beint á vegginn hana. Þetta eru góðar fréttir fyrir Himma. En hættan er ekki alveg úti ennþá. Davíð Adams byrjaði líka á hörðundekkjum, þannig að... Ég er að horfa á þetta aftur hérna í ennsýningunni. Já, á netinu. Hann bara eins og bílinn hættir að beygja Hannes og keyrir bara beint áfram. Já. Það var mjög furðulegt. Nú er það að stýrið hafi dottið út hjá honum eða hvað hefur gerst. Eitthvað klippað. Já. En nú erum við með Hilla og... Já, Hilmar komið fram úr Hilla hérna. Já. En það er Hilli á hundgamlum ónýtum hardekkjum. Já. En ég hugsa þá að Brynjar Péturs og Hilli séu þá á one-stopper. Þeir eru hérna báðir að hefja 17. hring. Og þetta svona er innilínu hérna á Brynjar Péturs, tekur hana bara þröngt og klárar þetta. Þetta verðist alltaf lítið vel út fyrir Hilmar. Herru, akkur fer hann út af því ég sagði þetta? Hann bjargar því. Já, ok. En skulum ekki gleyma því hann á eftir harða stintið sitt. Já, harða stintið. Já. Það er sekúndu hægar á hring. Já, og Davíð ekki nema... Hann lítur vel út núna. Já, Davíð ekki nema 14 sekúndum fyrir aftan á. Akkurat. Þannig að þó hann líti nokkuð vel út núna, þá er ekki alveg... Þetta er ekki búið. Nei, síður en svo. Það er bara rétt að detta í halftime. Já. Hilli er alveg að gera sér líklega þarna, bara 2 sekúndum fyrir aftan, sko, hefur báður eftir pit, stopp. Þá er Hilli sem stendur ekkert í svo slæm málum nema hann alltaf að taka 2 hard. Þannig að hann er ekkert að fá medium til að ná Hilmari. Nei. Þetta vonandi kom það rétt út mér. Það er fróðlegt að sjá hvað Hilli endar, hann startaði 3. Þá er nú komið smá bil hérna á milli manna. Grétar er ekkert að sleppa Sindra frá sér. Báðir á mediumdekki núna. Hann er sem búinn að pitta, konum medium. Já. Og er mínútu fyrir aftan flestum en þetta er svakalega leiðilegt. Við þurfum bara að taka viðtalið hann eftir. Já, viðtalið, hann bara tjáði sig þetta. Já, það er pósturhestaráðurinn. Hann verða spenntið með popcornu og kókið í pósturhestaðinum eftir þetta kemni. Heldur betur. Svo er líka svo skemmtilegt, sko, það verður nefnilega lúmst, sko, mér finnst það að sé eitthvað svona punktur að allt í einu verður bíllinn sleipari. Mér finnst það gerast rauninu svolítið skyndilega. Já, þegar dekkin byrja, já, mennar, á brautinni. Já, og hann stóra uppbeygjan, hérna, markbeygjunar, það var allt í einu. Sindri fyrir svolítið vitt. Allt í einu bara einhvern veginn fyrir bíllinn að mér finnst það ekki gerast skilu hægt.
Mér finnst það bara svona allt í einu eru dekkin og léleg. Fattar mig? Já, þetta svona þegar þú komin svolítið yfir helming, þá punktur þarna sem að þú bara byrjar að missa svolítið framöndan út og hann byrjar að undirstýra meira heldur en hann gerði. Já, það segir mér líka með punktur að það kemur svolítið aftan að manni þegar það er bara allt í einu. Já. Veist, mér finnst það vera bara svo mikið breyting að það kemur þessi punktur svo talum, þá finnst mér að vera svolítið dramatískt. Já. Hann fer Hilli í pitt. Hann fer aftur á hard og setur, sér það hann er ennþá meira en 1/4 eftir að tanknum. Já. Það vel að sé vikið. Já, sammála það. Það geti hjálpa honum í baráttunni líka gegn Hilmari. En eins og staðinn núna þá þetta mikla breytur. Það er ómögulegt að segja til hvernig spilast. Akkurat. Sem stendur út úr þessu. Já. Sjáum það betur eftir seinna stoppið hjá mönnum. Klálega. Brynjar Péturs í pitt líka. Já. Og Hilli kemur í pakkan hérna, 5., 7., 7. Kemur 8. bara beint fyrir aftan það alla. Og þeir allir á mediumdekkjum. Já, sýnist dekkjamunurinn hérna hjá Grétari, Sindra og Ársæli vera og mikill biti fyrir Hilla að kynkja, en hann þarf bara að halda í þá. Já, hann þarf bara að halda í það því að þeir eru eftir að pitta allir fyrir framan hann, sko. Hann á bara að gera sitt besta það. Já. Sýnist mér. Hjá Hilla, það verður kannski aðeins styttri í haunstrákunum þegar þeir taka þurfi ekki eins mikið bensín. Akkurat. En Já, þetta er nú samt alveg 20 okkar sekundur. Já, akkurat. Grétar gefur hann smá kosa þarna. Þetta er svolítið mikið eftir Hilla núna að reyna að halda eins mikið hann getur í strákana því að þeir eru að fara svo út á medium. Þannig að verður að gera sér allra best að halda í þá. Akkurat. Það er ekki bara eina barðan á breytinni hérna, Grétar og Sindri. Jó, Hannes þurfa að geta, ég fara að geta Steinar Sveins en það er ennþá sekúnda þarna á milli. Skellum okkur bara aðeins borð hérna hjá honum Grétari. Ef þú vilt sjá fallegan afmur framástur, það getur líka farið borð hjá Hannesi, þitt er valið. Já. Hvaða sæti er Hannes í? 12. Það er kannski bara í blokkabæðu eftir líkina. Já. Hann dýfir sér núna. Hann er með svo stóra bíl líka. Þetta er Davíð á móti Góliat. Já, litli Alfa Romeo, hann vill ekkert láta að við hafa neina snertingu, sko. Hann bara skoppar hann út á. Nei, Grétar aðeins búinn að missa Sindra frá sér nú.
Sindri að keyra betur en Ársæll. Já. Það ekki mikill munur. Síðustu 3 hringir þetta svona 0,7. Já, ok. Það nú þokkalega munur, sko. Já, það var svona samtal, sko, en nú það svo skiptir... Já, samtals, já. Komast inn í kjölsóið. Já. Þeir eru mjög jafnir hérna, 50-77, Ársæll, Sindri og Grétar. Já. Davíð Adams í fanta góða málum eða búið með harðsniti í öðru sæti. Já. Það er þessi langt hérna frá Hilla og upp. Það eru 40 sekundur í Himma. Þannig að þetta eru 24 sekundur. Já. Frá Davíð niður í Hilla sem að þá taka vonstaferi. En Davíð líka á mediumdækjum og á annar mediumdæk stitt eftir. Já, ég hef trú að Davíð standi hérna aðeins betur vígi svona tölfræðilega eða hvað að segja. Spá mín í spánni. Já. Mér sýnist þessi medium dekk, þau eru að reynast bara sæmilega hjá öllum. Já. Nú Sindri heldur betur nálægt Ársæli. Og dýfur sér hérna. Frá hlið við hlið. Grétar horfur á þetta. Besta sæti í húsinu. Já. Ársæll, hann, já, lætur þetta stikka. Tekur í til línuna. Lokar þessu vel. Það var styrtilega varist hjá honum. Já, lokar þessu vel. Hilli hérna fyrir aftan, hann örugglega gráta, hann bara örugglega please berjist þið, saka, please berjist þið. Já, akkurat. Svo Sindri með sjansinn í fyrstu beygju. Og nú séu nokkuð svitsarú hana í kvöld. En Sindri, hann gerir þetta vel. Og Grétar nær hann að stinga sér inn á hann líka. Nei. Þá er Sindri búinn að klára þetta. Já, það þarf nú að losa sig frá þeim. Já, eitthvað segir mér einmitt að þetta sé ekki búið. Einmitt, það var ekki búin að vera umtalað í GR4 flokkunum hvað að það er svo öflugt hérna kjölsóið, það er svo erfitt að slíta sig frá. Já. Í núverandi stillingu leiksins, ekkert sem við ráum við. Já, og setur menn líka aðeins meira á sama level í hvað aksturinn varðar. Já. Þú veldar að hemja þessi kvikindi heldur eins og grúp 3 bíluna. Sko ég verð að segja að Hilli, hann er að standa sig þrusi vel hvað hann heldur í þessa þrjá. Hann er að svíngræða á þessum kapastri þessi sekúnda sem þeir eiga að hafa. Já. Vel, hann er náttúrulega núna mikið léttari bíl, þannig að tíman hans eru líka að batna. Já. Það eru Davíð Adams. Í pit. Pittast. Loka stopp. Já. Hann þarf að skvetta einhverju bensinni líka hann á tankinn. Það verður forvölegt að sjá. Já. Hvað kemur hann? Já, Davíð Adams, hann kemur fjóru sekundur aftan Hilla. Hilli á ekki eftir hann að halda því. Ársæll vítt. Ársæll vítt og Grétar grípur þetta.
Það ekki að replay? Jú. Fór nú ekki alveg að fara á það, alveg. Nei. Alveg Markera. strax. Markera. Og Himmi í pit. Það verður spennandi að sjá Davíð Adams og Hilmar. Já. Og Hilli að sjá svo líka, þegar ég held að þetta séu svona þeir þrír. Þetta eru fórstu stöðinir, sýnist mér. Já, en svo nú Toppi, já, hann 30 sekundum eftir Himma. Og Toppi líka eftir að pitta. Davíð Adams mun ekki pitta aftur. Hilli mun ekki pitta aftur. Og ekki Hilmar heldur. Já, nú Hilmar. Toppi Topparsson kominn í pit líka. Nú það harslintið hjá Himma. Gretar Ásall í pit. Hugo fyrir framan hann. Já. Davíð Adams það eru rétt tæpar 14 frá Davíð upp í Hugo. Þannig að þetta eru 12 sekundur frá Himma niður í Davíð Adams. Já. Það er þá hard versus medium. Já. Og Davíð þarf eiginlega bara að reyna að ná Hilla sér fyrst og helst að taka fram úr honum. Já. Meðan dekkin eru ný og góð. Þetta er mögulegt. Ekki eyða dekkinum í einhverja baráttu, heldur vera bara clinical. Taka fyrst það mögulega glugga. Hann var 3,5 sekundur fyrir aftan hann bara fyrir rétt tæpur hring. Það er komin í 1,2. Gretar kemur hérna út á undan Ásæl með Steinar Sveins á milli þeirra. Já, Sindri hélt áfram. Það var fróðlegt að sjá hvað Sindri kemur út á móti Gretar og Ásæli. Gretar þurfti að taka svolítið minna bensín, þannig að hann græti í pittinum. Nú er bara 10 sekundur og Davíð Adams í Hilmar. Hann fyrir Hugo í pitt. Hann var í 3. sæti áður en að menn fór að pitta fyrir framan hann. Hann fyrir Sindri í pitt. Já, nú er raunstæðan að byrtast okkur. Og stöður Davíð Adams. Hvað var sagður bara fyrir hálfur hring? Það voru 12 sekundur. Já, 12 sekundur. Já. Það eru hálf sekunda bara núna á hálfur hring. Nú er krúsjál fyrir Davíð Adams að klára Hilla. Hafa clean og einbeita sér svo að Hilmari. Davíð Adams. Hvar kom hérna Sindri út á móti Gretari og Ásæl? Sindri og Ásæl. Sindri fór þarna einn auka hring með þá. Já, Ásæl er fyrir aftan Steinar Sveins. Það er 1,5 sekunda, þeir eru hérna í samloku, 3 bíla samloku. Já, og Gretar fremstur að þeim. Já, Gretar, já, þeir eru eiginlega 4 bíla samloku þarna, en Steini er þarna inn á milli. Já. Heldur aftur að Ásæli allan að tímabundi, en nú er Davíð Adams, ég held að vera... Já, við erum að fylgjast með þessu hérna. Gera múfið, já. Mér sýnist hann bara ná að klára þetta fyrir beiguna. Það er Frankinn á móti Ítalanum. Hann tapaði aðeins á sig, Billy er komið rétt yfir 10 sekundar. En 10 hringir eftir. Það var líka að tala um að vera svo mikið eftir Davíð að ná fram úr. Ekki að slást hver hringur er dýrmættur núna. Herðu, Hilli er með rönn, hann er með mikið drag kjölsókn. Er hann að fara að dýfa sér? Nei. Nei. Nú kunnar Karls í pitt. Já, hann er að taka síðustu pittin sín. Ef við rennum við stöðuna þá er Hannes eftir að pitta. Gunnar inni.
Og, já. Hannes eftir að pita, hann sé að fara að taka það á soft. Já, hann er... Nei, hann alltaf fekk skemmtina á hann. Já, hann þarf að gera eitthvað improv. Já. Hann er alltaf bara eðlaði streysi hans, þetta hlýtur að hafa verið eitthvað stýriskalli, sko. Já, þetta er bara okkar vélabilun. Já, hann er bara með, maður þekkir Hannes, hann gerir bara ekkert svona mistök. Já. Stýrisendin hefur gefið sig. Já, akkurat. Já, það er bara búin að klára þetta hérna. Núna held ég Toppi búin að ná Hugo. Það er að fara núna að renna upp mjög spennandi lokahringir. Jöp. Þeir eru komnir hérna í hnapp, Hugo, Toppi og Hannes. Já. Í baráttunum 4. sæti. Já, Hannes er nú eiginlega bara svolítið að þægilega fyrir. Hann ætlar að pita. Já. Því miður. Hann ágætt heima hann á klárlega heima í efri hlutanum, skulum bara segja. Vægt til að árinu teki. Já. Það verður bara gaman að hann kemist á soft. Já. Ef hann er að hlusta, Hannes, taktu fyrir að auka hring og fara á soft. Já, hann á nú alveg 2-3 hringi eftir á þessu dekkjum. Já, hvað að taka 8 á soft? 7? Þetta er bara þannig að maður neðist, er eitthvað að gerast? Efst? Neðist? Nei, neðist. Gretar og Otur. Já, það er þetta búin að vera, þetta er bara sama sagan, við erum búin að syngja í allt kvöld. Árstallar eftir Gretari. En það er búin að slittar þetta aðeins á millera núna meira en við erum vanir í kvöld. Já. En Toppi Topsson og Hugo, þeir eru að slást þarna í 4. sæti. Þú kannski ert að fylgjast með því, en það er ekkert. Þetta er efsta baráttan á braut, þannig að ég fylgjast með því. En nú er farið að grána svolítið hérna yfir brautinni, sér það? Herðu, á ég að fara í veðurfréttir? Já, kíkt að vera veðurfréttir, sjá hvort það sé eitthvað ský. Já. Ský í kringum brautina, sérstaklega út um hann. Fyrir 30 mínútum ekkert ský. Þetta er svo pínlega lengi að við þurfum teljara. Akkurat. Herðu, það er ský, en mjög lítið. Ok. Það mögum gera líklega brautina sleipari, en ég held að það er ekki þörf á að skipta dekk. En þetta er skemmtilegt. Þetta sem að þú varst að skoða er náttúrulega síðasti klukkutími, þannig að þetta er svona... Að koma núna. Já. En þeir er náttúrulega, því að það er ekki svona, þetta er náttúrulega frekar stildulega þannig sem stutt braut, mikið beygjur. Já. Það getur alveg verið trikki og fipandi fyrir ökumenn að kíkja á þetta veðurkort. Já, og það er nú ábyggilega einhverju pitkrúmenn að hlusta núna og allir búin að kíkja á veðurradarinn hjá sér. Herri, ég á náttúrulega bara að þegja. Næstu er að það hefur komið, ég segi bara næst að kemur í ljós. Það er bullandi rigning í spilunum. Senda menn í smá panik. Já. Þannig ökumennir náttúrulega sjá bara skíin sem eru yfir brautinni akkurat núna. Akkurat. Yfir eða í kringum. Það byrja að byrta til, það byrja að byrta til aftur. Þetta var eiginlega bara svona skíabakki. Já, það var að sýna sig. En, sérðu, Davíð er ekki að ná að láta að telja nóg mikið nú. Hæ? Hvað er hann? 8 sekúndur. Já, og hringinir telja. Já, fyrstu 2 hringi og tók hann bara sekundur hring. Og nú er það bara alltaf búið að standa í stað. Meira og minna. Já. Hugo er ekki að bregðast undir pressunni frá honum Toppa. Nei. En hún er komið í kjölsvæðið, ég skal kíkja aftur á braut. Það er Sindri og Brynjar að berjast, en það er ekkert, það er Gummul og Nýsaga, Gretar þar fyrir aftan. Gat nú verið. Veitu, Sindri komið fram úr Gretari. Já,
Ég skal bara viðurkenna það að þeir eru búin að vera 4 hérna í samloku. Ég veit ekki alltaf hvort það var skinku ostur eða ostur og skinka. Akkurat. Og Sindri að taka inn í línuna á Brynjar Péturs hérna núna. Brynjar Péturs á slittum hard. Já, Brynjar Péturs var náttúrulega á Volstaberginu líka eins og Hilli. Mér langar líka að hrósa þessum ökumönnum. Þeir eru búin að horfa að berjast henni hægri og vinstri í allt kvöld og það er ekki búin að vera neinn skemmt. Nei, þetta betur. Bara mjög klín og flottur akstur hjá þeim. Já, það er fátt en akkurat þessi svona keppnir. Já. Skiptast á að fara fram úr. Sindri fyrir svolítið viður hana, Brynjar nær að taka inn í línuna aftur. Grétar mættur. Fara að taka inn í línuna. Sindri lætur þetta að stikka. Með betri línu. Ársæll, hann græður á þessu og er svona aðeins að nálgast á. Hann vill vera með hana í kamerunni. Já, Sindri lætur sér dreyma inn í línu hana. Það var að taka hana frekar grunnt. Þá er Grétar alveg í skottinu á honum. Það sem bjargar Sindra núna er að hann er með drafti líka. Þá byrjar að sogast að Hugo. Hann er ekki að skjóta sér fram úr. Ja. Eitthvað smá truflanir í mæknum hjá þér. Kemur svona eins og einhver sé að tappa á mæki. En nú er Sindri að reyna aftur í fyrstu beygju. Ég var bara að standa upp. Ég er bara aðeins Þetta ekki lengur mig, það var svo spennandi að ég nefndi ekki að sitja lengur. Sindri lokar hann á Grétar. Og er komið fram með Brynjari. Nú þarf Grétar bara að ná hratt fram úr Brynjari aftur. Það er líka til þess að halda áfram að batla við að Sindra. Þú getur farið í chasecam með Ársæll, þá farið allra 4 bílana í mynd. Já. Þú ert kannski þar, ég veit ekki. Já, ég er svona búinn að vera að flakka á milli aðeins. Já. Auðvitað fór Hannes, okkar maður. Brynjar aðeins viður út í grasið. Þá er Grétar ætti hann að vera að koma með þetta bara. Þá þarf að leiða þetta mun betra exit. En nú er Ársæll kominn. Á Brynjar. Og eftir þessi pitstop þá er Hilli í 3. sæti. Já, og hann er bara sitting pretty. Já, ok. Afsakið slettunar. Já, 12 sekúndur í Hugo. Já. Ég ætla að koma með hérna. Það er að koma hérna óvæntur vinkill. Já. Og það er að Hannes er á softdekkjum. Hann er bara 6 sekúndum eftir pakkanum. Ársæli, Grétari og Sindra. Þeir eru náttúrulega 5 hringir eftir. Já, og hérna hann er náttúrulega stórgræði á þessu slagsmálum og hann er á nýjum softdekkjum. Já. Það getur orðið skemmtilega svona. Bara 5 bíla pakki en ekki bara 4 bíla pakki. Akkurat. Sýnist Grétar að vera að slíta sig svolítið frá Brynjar Péturs núna sem er svo sem eðlilegt. Brynjar á slittum hard. Og nú þarf Ársæll að komast fram á Brynjari ef hann ætlar ekki að missa Sindra og Grétar alveg frá sér. Ég kann líka mikið athygli á hann Hilmar í fyrsta sæti. Hann er að bara auka hraðan og er að halda aftur á Davíð Adams. Já. Þannig ég held að Hilmar sé bara að sigla þessu heim nema eitthvað mikið gerist. Já, Hugo og Toppi hérna ennþá. Hugo að halda aftur að toppa.
Toppi svolítið viður á það. Þvílík björgun hjá Toppa. Þetta var rosalega góð björgun maður. Hversu oft hefur maður snúið sér akkurat þarna. Sáum hvort það var ekki annarri deildin í gær sem að gera þetta sama á Toppi og tók sem sagt 180 og náðu sér að taka 180 tilbaka og halda áfram. Það var helviti flott. Herru, Hannes var að negla náttúrulega hraðasta hring. Það einu var hann að brauta á softdekkjum. Yes. Já, þetta gaf Hugo smá andrými. Gretar að ná Sindra hérna aftur, komin undir sekunduna. Ég ætla að vera svo djarfur, ég ætla að spjá Hannes í 7. sæti. Já. Hann þarf að taka fram með 4. Já, hann komin hérna í baráttuna við það. Já. Fyrsta fórnarlöpið Hannes, Ársæll. Ársæll. Já. Nú þarf Ársæll náttúrulega að fara að horfa í speglana líka. Þannig að hann getur ekki einbeitt sér alveg jafn mikið að ég reyna að ná fram á Brynjari. Hann tekur þetta núna fyrir næstu beygju, Hannes. Það með mun betra exit hann út. Já. Það gæti verið að bjarga Ársæli núna, hann með draftið, en Hannes tekur inn í línuna. Já, Glænýjar komist út úr. Já. Klárar þetta. Betur línu en Brynjar þarna líka. Já. Tekur Brynjar þarna 2. Þetta helviti skemmtilegt. Já. Nú ætti hann að klára þetta bara fyrir fyrstu beygju. Já. Nú ætti Ársæll náttúrulega, nú hefði verið gott fyrir Ársæll að vera nær og hengja sig í línuna hans Hannesar. Já. Toppi og Hugo baráttan, ég held hún sé að klárast það sem Toppi á talsvert verri dekkjum. Talsvert verri. Það svona, fara að telja samt. Þessi litlu atriði núna. Toppi svona að detta inn á punktum þar sem hann byrjar að finna svolítið vel fyrir undir stýringunni. Akkurat. Hann getur ekki verið að sækja mikið, hann þarf að láta þessi dekk endast í 3 hringi. Já, það gera það nú svo sem alveg, en það er spurning hversu góð vera. Já, ég meina sko að vera að berjast sko. Hann heldur að geta verið aggressífur skulum segja. Hann farið reyna bara að halda línunum og berjast við bílinn. Já. Maður veit aldrei. Já. Já. Ársæll með mun betra exit, en ég held að þetta sé ekki nóg fyrir fyrstu beygju, eða hvað. Nei. Snúar hann með betra exit, Ársæll. Hvað gerir Brynjar? Ætla hann loki eða ætla hann... Nei, þetta ekki nóg. Það erfitt að taka þarna fram, það náttúrulega bara ein lína í gegnum þessar beygjur. Mér sýndist hann bara að eiga svo mikið betra exit að hann ætti að ná því, en... Já, en nú Hannes að taka fram úr alls konar stöðum sem ekki séu verið notaðir áður. Já, klára út að Gretar. Þetta getur bara röngast hjá þér að Hannes endi í 7. Já, það er ekki spurning, hann hefur ennþá 1,5 hring að klára þetta. Já. Og þetta... Já, því miður að fór svolítið spennan úr þessu þegar Hannes fór alltaf út af dramatískan hátt.
Já. Það raungerist ekki sem ég var að vonast eftir með Hilma, að Davíð Adams myndi draga á Hilmar. Það tæpar 6 sekúndur, 5,7 sekúndur þar á milli. Þeir eru komin á síðasta hring. Toppi ekki fara að draga á Hugo, þeir eru á síðasta hring. Eina, já, við erum bara búin að fylgjast með, held ég, réttu stað. Hannes kláraði þetta á Sindra hérna á lokarík. Yes. Já. Vel gert hjá Hannes. Sjáðu bara hraða munin á þeim út úr beginni. Já. Það er bara... En Sindri, hann gefur þetta eftir hana. Hann er svolítið viður. En getur látið þetta klárast. Já. Þetta gefur Grétari von aftur. Sindri tapaði smá tíma á svo slagið Hannes og fer svolítið vítt hérna. Hilmar er að koma hérna í ráspark, hann er í loka beginni. Já, það er bara Grétar og Sindri eru hérna alveg nekk í nekk. Grétar stingur sér á inn í línuna. Hvor á betra exit. Og Sindri tekur betri línu hann út. Davíð Adams tók annað sæti. Hilli hélt í þriðja, virkilega vel gert. Hugo, hann stóð að sér mikla pressu á Thompson í landa fjórða sæti, glæsilegt. Thompson, fína keppnið. Hannes með heldur betur flottur recovery drive hérna á síðustu hringjónum. Já, og maður síðust að vera búið hérna hjá Sindra og Grétari. Þá gefur Hannes yfirlínu í 7. sæti, Sindri í 7., Grétar 8. Brynjar Péturs 9., Ársæll 10., Gunnar Karel. Já, 11. Og Steini Sveins 12. Alfa er nú ekki allavega ekki með þetta, en Steini er held ég óæfður líka. Það kannski hjálpar ekki til. Nei, þetta er líka þessar kantskerringar á þessari braut, það fara ekkert vel í svo léttan bíl. Nei. Já, og pulsurnar hann í sig kennu, það eru nú ekki... Já. Það þarf að... Þú veistu, jafn hára á bílinn. Já. Það er bara svo léttur. Já. Þar höfum við það. Og Hannes með hraðasta hring. Já, ég veit ekki hvort þú klipptir Viktor í hérna búningurinn, sko, hjá honum Hilmari. Ég sá það nú ekki. Já. En það er Hilmar í 1. sæti fyrir BC Racing, Davíð í 2. fyrir Kalda og Heili í 3. fyrir Arctic Iceland. Og erum með Hugo í 4., Toppi í 5., Hannes 7., Sindri 7., Grétar 8., Brynjar Péturs 9., Ársæll 10., Gunnar Karels í 11. og Steini Sveins er ykkurlegstinn í 12. Já. Þetta var skemmtilegt reis, ætla ég að leiða mér að segja, þó að spennan hafði ekki verið mikið endilega á toppnum. Nei, það var eitthvað að vera allan tíman. Já, og mér nákvæmlega bara að senda til allar keppa þetta mikið hrós. Það voru eina pitstoppið sem við allan sáum, varðandi skemmtir, var bara þegar Hannes dundraði á vegginn. Já. En með baráttuna, hvað þetta var clean. Mér nákvæmlega bara að hrósa öllu keppendu í kvöld og þakka líka bara kærlega fyrir mig. Já, ég var að taka podcast við hérna pódiumið. Já. Hvað segir þessi heimaseti? Já, við getum auðvitað kippu í það og kannski líka sjá Driver of the Day. Já, menn geta það vota það á meðan. Já, endilega. Við erum með, hvað er nú, Derry, hérna er hann, og Hilli. Ég ætla bara ég þarf að nota styttinguna. Ég ætla bara að segja takk fyrir mig í kvöld. Þú klárar bara spjallið og sjáumst bara hálfum mánuði liðnum. Takk kærlega fyrir mig í bili. Takk. Takk fyrir kvöldi. Sömuleiðis.
þetta er og verið eitthvað lengi að lóta hjá mér í partítjati. Himmi og Davíð komnir inn. Jæ. Velkomin Davíð, til hamingju með annarsæti. Takk. Við Til hamingju með sigurinn sem mig. Allra hamingju með. Hann var nú bara dett inn hjá mér núna. Þetta er svo mitt okkur svona. Davíð var að hræða mig í smá stund, ég var bara, herru, fara að gefa í. Þetta leit nú út fyrir að Ég stekti helvítis myndunda hérna að reyna að púsa eftir þér hérna. Já, ég líka eiginlega bara, já. Ég var ekki að keyra vel á þessum hörðu og líka bara aðteklin eitthvað léleg. Ég er allan að fegin að hafa skipt bíl áðan. Ég hafði samband við Magnús í gærkvöldi og ef hann nefndi að þá mætti hann búið til livery fyrir mig á trófíinn. Já, hann hefur græðið það fyrir þig. Síðust stundu. Magnús gerir allt fyrir mig held ég. Ekki í fyrsta skipti sem hann græðir eitthvað svona fyrir á síðustu stundu held ég. Nei, ég held reyndar stuðsti tíminn held ég klukktími fyrir keppni. Já. Já, þú breytum það ekki, það met ekki bráðum myndi ég segja. Nei. En það er gott að hafa góða liðstjóra sem gerir allt fyrir mann. Heldur betur. En hvað fór... Hilli fór á hvað vonstopp eða? Já, ég sé það einmitt hann að spyrja hérna hvar partíinu þetta er, ég var nú búinn að setja á hann. Hann var offline. Já. Ég setja á hann, þannig að ég veit ekki hvað. Hann er svo vinsæll, hann má ekki sýna þessi online, sko. Já, við bara sendum á hann aftur, hérna. Við brá hérna, þeir sá rigningaskíði hérna. En það var já, það kom smá hérna. Það gat náttúrulega ekki annað verið, fyrst að Jónægir var ekki með, þá hlaut að vera að koma rigning á mappið. Akkurat. En hvernig er að taka sigur í fyrstu keppni á tímabilinu Himmi? Það er bara óbla fínbala. Óbla fínbala? Já, ég var smá stressaður, ég var að vikina. Þegar ég kom út á medium, hvað var langt eftir Himmi? 12 sekúndur held ég. 12 sekúndur? Já, náttúrulega Hilli var undan hérna. Já, og svo var þetta komið niður í 8, þá fóru dekkin hjá okkur sennilega að jafnast aðeins út. Já. Það var held ég á mínum 7. hring, eða útring, örgulega 7. hring kannski á hard, eða eitthvað 7. hring eða eitthvað á hard. Þá byrjaði ég að spotta hann og ég var bara, ok, geða það sín núna. Og það droppaði sekundu og tíma í einhverja 3 hringi. Já, en svo einmitt hjá Hannesi, það var eitthvað bilaði á honum. Já, hann slöknaði á stýrunni á honum bara, hann eftir farin aftan á mig hérna. Já, hann bara beint út í vegg og... Já. Velkomin Hilli, til hamingju með 3. sæti. Takk. Hvað segirðu Hilli? Fór Hannes á vegg? Já, slöknaði á stýrunni á honum bara á raskablanum og bara tölvan tók stjórnina og keyrði beint á vegg. Tölvan er ekki betra en það. Akkurat. Það var helliks tíma á því. Já, ég var ekki að vonast á pódium. Ég var smá þegar ég tók fram úr Hilla og var ég að skoða tíman og ég var bara, þetta geti alveg gengið ágætlega hjá honum. Ég var bara... Já, ég gaf þér bara sæti út að ég vildi ekki eyða á miklum tíma. Tók fram úr þér, þú gafst ekki neitt. Ég lendi... Já, svona, ég veit, ég er að tjóka. En Hilli... Ef þú vildir ekki taka, ef vera að berjast eitthvað eða ekki. Lendi ég ekki aftan á þér hérna fyrir löngubegin á einu raskablan? Á hvaða hring? Ég man það ekki. Ég held að það verið þú. Dauð brá sko, ég náði svo miklu betra út úr beginni og ég held ég var bara hræddur að hafa gefið einhverju skemmt sko, þegar ég keyrði svo fast aftan á hann. Ég held að það Nei. Man ekkert fyrir neinu. Nei. Það man ekkert eftir neinu heldur. Nei, þá getur þetta ekki að hafa verið alvarlegt. Nefnum þetta hafi verið einhver annar. Sjáum til. Einhver annar. Já, þetta var... En hvað segir, ekki bara ánægður með svo fyrstu keppni og hvernig fannst þú nú að fá rollingstartið þitt, Himmi?
Þetta var æðislegt. Mér langaði að fá Rísland að gera þetta einu sinni en þetta var gaman. Þú færði annars að þetta 2 vikur. Þetta verður ekki eðvikt. Ánægð með þessa breytingu. Já. Ég veit ekki, Það var smá fjölbreytni, bara gaman. maður var hérna einn af þeim hörðustu að þegar við sóttum að fá gridstart sko hérna. Já, ég kaus grid það sko, ég veit ekki það. En já, hérna áður. Já, áður. Já, áður fyrir þá var maður einnig harðast til í að fá. En mér finnst gridstart skemmtilegra, og það er meira spenna í því, af því það er hægt að klúra því. Áhugað. Svo er náttúrulega alveg hægt að leika með það, þetta gridstart fyrir áramót og raða brautunum þannig eftir áramót var í rolling og þá myndu raða þannig brautir hafa engar áhrif á rollingi. Já, það er góð pæling. Þurfum við að vera fastir á þessu. Hentu sér í hugmyndabakkan. Ég er búinn að setja svo mikið það gerist ekkert. Ánægður með þessar breytingar á stjórnarkerfinu, komið miklu fleiri í þetta og svona, auðvitað segi, þetta er rætt allstaðar í öllum partíum og sliðis, þannig að þetta búið gott, það eru bara fleiri hlutverk og það er bara deilt meira á milli manna og samfélagið er aðeins svona involverað í ákvarðanir og annað, þannig að þetta er nákvæmlega, það er jákvæmt. Þetta er bara mjög gott, þetta er þetta ómikið fyrir 1 eða 2 eða 3 menn að vinna í sko. Nefna svona geimverur eins og Guffa. Já, akkurat. Það er náttúrulega bara ótrúlegt sko. Það bara slær þessi mann engin út. Heldur betur. Þetta er svona. En það er hann titlaði sem faðir GTSI. Já, hver annar? Akkurat, það fær engin það til því annars. Já, það er mestalega Gunni sem var fósturpabbi. Já, nákvæmlega sko. Já. Þetta var frábært, þetta er góð byrjun og góðu tímabili. Heldur betur, þetta búið gott. En eru þið þá ekki bara orðnir góður í kvöld? Þið þurfið væntanlega að fara að skella ykkur í sturtu og þvo ykkur svitan. Já, nákvæmlega. Það bara endum við bara þessa útsendingu og þessa fyrstu keppni og það er náttúrulega úrvalsdeildin á morgun á sama tíma. Tímataka hefst á 21:30. Það verður eitthvað. Já, það verður eitthvað skemmtilegt. Heldur betur. Vonandi fáðu grænandi regningu inn miðri keppni. Já, minna fólk líka á að setja like á streymið og subscribe og hit that thumbs up. Já, og svo náttúrulega minna á styrktaraðila samfélagsins. En þeir eru þeim að þakka að við getum haldið almennilegt lokahóf með verðlaunagripum og verðlaunum og verðlaun náttúrulega ekkert að vera endanum heldur. En styrktaraðilarnir okkar eru Autocenter, Kraftey, Arctic Iceland, Kraftvélar, GT Akademían, Kaldi, Lavasjó og Gullfiskur. Eitthvað sem þið viljið bæta við í lokin, þá náum við slútum þessu. Bara heimi verður að fara að slaka á. Já, nákvæmlega. Þannig að við verðum að... Flottir í vor. Það komið baráttu hugur í en eftir síðustu keppni á síðast tímabili. Veist að maður verður að fara hætta að vinna til að geta æft jafn mikið á heimi, sko. Nákvæmlega. Hann er reyna dag og... Muni bara taka daily inn eitthvað strókar. Ég veit ekki eiginlega hvenær hann sefur, sko. Nákvæmlega. Það er boys, takk fyrir mig. Takk. Takk fyrir góði. Til að hafa mikið mig og til að hafa mikið Hildi. Hann er farinn.